Diddi, geturðu talað hvað þið voru í Hamri dálítið hægar inn í leikinn? Já, við mættum bara ekki klárar í leikinn og vorum engan við tilbúinir í þessi slagsmál sem þetta var. Já, þið sem við vissum þetta yrði. Já, þið lentu dálítið villuvandræðum gegn níunni hjá IR, Nínu. Voruð þið eitthvað búin að undirbúa ykkur fyrir að spila mútið stóru stelpunum? Já, auðvitað, við vissum alveg að þær eru mjög sterkar, en mér fannst svona jafnvægið í leiknum hjá dómunum ekkert eitthvað upp á það besta, en við getum bara kennt sjálfum okkur samt það. Ekkert annað. Það var dálítið lítil gæði í ykkur fyrstu 7 mínúturnar í öðrum leikundaginn, svo tókuð dálítið run. Hvað breyttist þarna á seinni stíma? Mér veist ekki, bara sýndum við ekki neinn gæði nema í 3 mínútur í þessum leikluta. Hvað breyttist? Bara stelpurnar höfðu trú á þessu í 3 mínútur og síðan fórum við inn í leikliðið og ætlum að koma alveg brjálaðar út, en við gerðum það ekki og einhvern veginn mistum bara dempinn og trúna. Já, hvað rettuðum í hálfleikshléinu? Bara að þetta væri slagsmál og menn þurftu að sýna smá baráttu, þetta er náttúrulega ekkert annað og stíga út og vera sterkar með boltan og þóra að hafa boltan í höndunum sem er lykilatriði. Og við vorum bara ekki að þóra því í þetta. Já, þið komum dálítið flatar einmitt í þriðja og þurftu að taka fljótt leiklið. Já, einmitt, við komum bara flatar inn í leikinn punktur. Já, alltaf. Herðu, þá er þetta komin í jólafrí, er það ekki rétt? Jú. Eru einhverja breytingar á leikmannamálum, einhverja áherslubreytingar yfir jólum? Nei, þetta verður bara létt og huggulegt yfir jólinn, sem komum við bara brjálaðar í janúar. Alltaf, takk fyrir þetta. Gleðileg jól! Já, sömuleiðis.